Ágæta ráðstefnu. Nú eru 2 ár síðan skólarnir í sveitarfélaginu fengu styrk til þess að skapa svigrúm samræður þvert á skólastig 6 grunnþætti menntunar sem komu inn með nýrri aðalnámskrá fyrir leikgrunn og framhaldsskóla. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og endurspeglast í starfsháttum og samskiptum og skólastarf, en þau hanga hérna uppi á gulum blöðum og eru læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og loks heilbrigði og velferð. Í mínum huga þá eru þessir þættir ekki einungis grunnþættir menntunar, þeir eru einnig grundvallarþættir í lýðræði samfélaginu. Við sem störfum í menntun í sveitarfélaginu höfum rætt mikilvægi þess að rífa niður múra og vinna saman þvert á skólastig. Þessar áherslur hafa síðan færst út í samfélagið í tengslum við gerð nýrrar menntastefnu, þar sem tæplega 300 manns hafa tekið þátt og í öllum þessum samræðum menntun er samhljómur það að koma henni út úr lokuðum kössum, kennslustunda og húsa og opna henni greiðari leið út í samfélagið og þar með atvinnulífið. Hér átt að góða mynd, sko, stendur við svo blaðum. Ég ætla að, nei, það er bestu. Myndin sem er væntanlega upp bráðum, þannig að það er hérna mynd sem að vilji hjálpa okkur að útfæra þegar við vorum að reyna að sjá fyrir okkur þetta hérna samstarf og samspil út í atvinnulífið. Já, hún vill ekki. Nei, hefðu, hún kemur bara öll. Markmiðið með menntastefnu okkar til framtíðar er að fanga sýnina að við lærum allt lífið. Stefnan á sem að vera reglið yfir þá hugsun. Og andinn sem svifið hefur yfir öllum vinnufundunum menntastefnun okkar er sá að við viljum búa í samfélagi sem býður upp á tækifæri. Og að tækifæri, þau séu svona eins og hlaðborð sem að svigna undan ótal réttum. Og við viljum að fólk geti komið að þessu hlaðborði eftir því hvað það er statt í lífinu og valið sér rétti eftir áhuga og aðstæður hverju sinni. Og hlaðborðið, það þarf að vera sýnilegt og það þarf að vera aðgengilegt og það þarf að vera freistandi. Og það þarf að vera freistandi. Og ef rétturinn þinn er ekki á hlaðborðinu, þá finnum við leið til þess að þú getur fengið bita á honum, þótt hann sé á öðru hlaðborði. Edinborg, í New York, í Reykjavík eða hvað sem er. Af hverju ætti ég ekki geta valið þótt ég búi hér? Reyndar í nafla alheimsins, in middle of nowhere. Það er þessi mynd sem við vorum að reyna að fanga þetta, sko, við byrjuðum á því að setja, við erum með hérna þekking, sköpun og hæfni og það er það sem að skólarnir og atvinnulífið er að kalla á. Þetta er sameiginlegt áhugamál og viðfangsefni skóla og atvinnulífs, en þetta er svolítið lokað út í samfélagið í mismunandi kössum. Við vorum fyrst með heila línur utan í kassana, en við vildum reyna að sjá
að þetta geti flætt á milli. Þess vegna gerðu þessar punktalínur, þannig að þetta á að geta, skiljið, hengst saman og tala að fólk getur tala saman á milli þessara kassa. Því að við viljum sjá að tækifæri, þau liggi ekki innan aðgirtra landamæra. Við viljum sjá að séu landamæralaus og staðsetning okkar á ekki að vera hindrun. Ein leið til þess að vinna sig fram hjá hindrunum staðsetningarinnar að fylgst með, læra á og nota tæknina við það að láta draumana rætast, að fara þangað sem við viljum fara. Önnur mikilvæg aðferð fram hjá hindrunum að tala um fólk, að tengja sig við fólk. Og í samfélaginu okkar samansett af frábæru fólki með alls konar bakgrunn, þekkingu og færni. Við eigum velmenntað flott fólk, flott fagfólk innan veggja skólana, innan stofnana sveitarfélagsins og innan fyrirtækjanna. Við eigum líka þekkingu inn á heimilunum sem býr í bæði foreldrum sem eru mentora barna sinna, en hún býr líka í börnunum. Eða hvað gerum við þegar við kaupum okkur nýjan síma eða nýja tölvu? Hvern spyrjum við fyrst? En öll þessi þekking lokur af í hólfum og á milli hólfanna kannski samskiptin nánast. Þegar við erum í samfélagi, þá það hlutverk okkar hvers og eins að taka þátt í að byggja samfélagið upp, þróa það og styrkja. Og það satt sem fræðimenn halda fram að framtíð samfélaga liggi í þekkingaröflun og þekkingarsköpun, þá skiptir það okkur afar miklu máli að við byggjum menningu, lærdómsmenningu eða menntamenningu eða hvað sem við kallum hana, allavega menningu þar sem sú hugsun sjálfsögð og ómeðvituð í hverjum kolli að á hlaðborði lífsins liggja menntaréttir sem ætlaðir þér og mér og það meira en sjálfsagt að nýta. Ef þessi sýn sú sem við viljum vinna að og ég upplifi að það hafi verið andinn í vinnu menntastefnuna, þá verða þekkingarsetjun í atvinnulífinu að koma að borðinu. Því að þar býr falinn fjársjóður sem liggur afgirstur innan landamæra fyrirtækja. Fyrirtækin vantar líka oft fólk með þekkingu og færni. Í skýrslu Vinnumálastofnunar frá 2014 færni þörf á vinnumarkaði kemur fram að næstu 10 árin, bara næstu 10 árin, mun aukast eftirspurn eftir fólki í störf stjórnenda og millistjórnenda, í sérfræðistörf á tölvusviði og í sérfræðistörf á sviðum verkfræði, náttúru og heilbrigðisvísinda, á sviði skapandi greina og öllum sviðum iðn- og tækniiðnaðar. Og við erum líka þurfa fólk í þessi störf hér. Við hér höfum verið svo lánsöm að hafa notið utanaðkomandi liðstyrks til þess að styrkja innviði samfélagsins. Hér áhýri stofnanir eins og Matís og Nýsköpunarmiðstöð sem til skamms tíma ráku hér starfsstöðvar. Þessar starfsstöðvar hafa nú lokað, en þegar einarnir lokast þá opnast aðrar. Og við það skapast ný tækifæri. Við mistum starfsmann Nýsköpunarmiðstöðvar, en við náðum að negla hana í samstarf í tengslum við Taflabið vöruhúsinu. Og með því opnaðist aðgangur af samstarfs- og þekkingarneti Taflabsmiðja á Íslandi að MIT í Boston og í gegnum það net opnaðist aðgangur að samstarfum allan heim. Í samræðuhópunum menntastefnuna kom í ljós skýr vilji starfsmanna skólanna, foreldra og nemenda til þess að tengja menntun betur við atvinnulífið. En það þýðir ekkert fyrir skólafólki að ræða það eins. Hvað með atvinnulífið? Það vill fram. Samstarf kostar tíma og orku
vilji almennt út í atvinnulífinu til þess að taka frá þennan tíma orku? Vilji til þess að byggja upp alvöru samspil, opna fyrirtækin meira sem lærdóms- og þekkingarsetur og að gera tilraunir í samstarfi við menntagerð? Og í hverju liggur vilji menntasamfélagsins til þess að eiga samstarf við atvinnulífið? Samstarfið þarf að þjóna sameiginlegum hagsmunum. Væri til dæmis hægt að skipuleggja starfsnám eða vinnuskóla innan fyrirtækja þar sem að unga fólkinu gefst tækifæri til þess að kynnast af alvöru störfum sem unnin eru þar og fá kynningu á því hvaða þróun stjórnendur sjá fyrir sér í nánustu framtíð. Það gæti kveikt í ungum einstaklingi að þar liggi jafnvel möguleikar starfi síðan hér. Hvað getum við gert hér til þess að kynna þessi störf fyrir unga fólkinu okkar þannig að þau viti að þarna liggja tækifæri sem fela í sér uppbyggilega og spennandi framtíð, tekjumöguleika og starfsfólk. Umræða skort á húsnæði. Það vantar smiði, það vantar iðnaðarmenn í byggingarfélag. Eru það sameiginlegir hagsmunir og verkefni fyrir fyrirtækin og skólana að skapa vettvang fyrir stráka og stelpur sem hefðu áhuga að læra eitthvað þessu tengt? Vilji fyrir því að atvinnulífið komi verkefnum og hugmyndum á framfæri inn í skólana til þess að hvetja til samstarfs menntun í ákveðnum greinum? Ferðaþjónustan, hvað vantar hann? Kokka, þjóna? Og hverjir eru að þjóna ferðamönnum á Surtsey? Krakkarnir okkar. Hægt að koma á samstarfi það að kenna þeim grundvallaratriði í þessum fagstörfum þannig að fyrirtækin geti eytt minni tíma í að þjálfa upp fólk? Fiskvinnslan, hverjir vinna þar á sumrin? Krakkarnir. Þessi sami þjóðflokkur. Væri hægt að flétta saman námi í skóla og á vinnustað þannig að þau kynnist og læri störf áður en þau sækja um. Atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin hafa sameinast að stofna og reka fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem á að hafa forgöngu að hækka menntunarstig í landinu meðal starfsmanna á vinnumarkaði. Tækin sem notuð til þess eru símenntunarmiðstöðvarnar sem keyra námskeið og lengri námsbrautir fyrir fólk á vinnumarkaði. Þarna liggja tækifæri fyrir þríhliða samstarf milli fræðslumiðstöðvarnar, milli framhaldsskólans, háskólasetursins og fyrirtækja. Spurningin hvað þarf og hvernig framkvæmum? Og þessi ráðstefna í dag tilraun til þess að hefja samtal milli atvinnulífs og menntunar hvað Hornfirðingar eru að hugsa. Hvað vilja Hornfirðingar í þessum efnum? Og ef við lítum á þessar spurningar sem áskorun, í hverju liggja þá tækifæri? Hvernig sköpum við tækifæri? Því að framtíðin ekki bara eitthvað sem gerist. Við getum skapað þessa framtíð. Hvernig hafið þið þetta? Ég vil að taka undir með Lovísu og Sigurði hér frábært að sjá hvað eru margir í salnum og þakka fyrir því forréttindi að fá að vera með ykkur um eftirmiddaginn og fá að koma til Hafnaraftur og ekki koma til þetta tíma. Hvað segir þið? Það er ekki, það má alveg hérna, áður en ég kynni mig og eitthvað svona, það langar mér að gera í smá kynna, eru þið til í það? Eru þið til í að snúa ykkur að sessunöld? Horfa í augun á viðkomandi aðila og taka í hendina á honum, eða henni, og segja, snúa ykkur að sessinu. Þegar við gerum rosalega lítið sem Augnablikið á þetta
samfélagi hér eftir krísuna, eftir allt sem gerðist, að við erum rosalega fljót að sjá það eitthvað að. Við erum alltaf tilbúin að gagnrýna að eitthvað gengur illa, eða eitthvað. En við gleymum stundum þessu einfalda að bara bjóða góðan daginn og brosa verið, en sem ekki rosalega getur þú. Hversu smátt sem er. Og þetta svolítið sem hefur einkennt ekki bara samfélagið, skólakerfið, atvinnulífið, að við erum alltaf tilbúin í neikvætt. En jákvætt við gleymum það. Samt sem áður vitum við að allar rannsóknir og allt segir að ef við fókusurum það sé gott, þá vex meira gott. Þetta bara svona smá start. Ég, eins og veitir hérna, heiti Elín María Björnsdóttir, alltaf kölluð Ella, þannig að mér finnst alltaf formlegt þegar ég kynnt sem Elín María. En ég starfa sem alþjóðlegur ráðgjafi yfir menntasvið hjá Franklin Covey. Þannig að ég hef nýtir af forréttindum að ég ferðast allan heim. Og ég er búin að vera síðastliðin einhverjum ári í 25 löndum og tala yfir 15.000 manns. Þjálfar á ólíkan hátt og þetta verið algjör forréttindi. En ég er alltaf að byggja upp hvernig við byggjum sterka einstaklinga, hvernig við byggjum hann innan frá út og svo sterk teymi. Ég er að nálgast allt frá leikskólabörnum upp í forstjórastór fyrirtæki eins og Lego. Og svo skrítið ég, alveg sem að hverja, hvort sem ég er í Afríku, Asíu, Miðausturlöndum, þar sem ég sé bara auguna hérna á konunum og kallarnir á öðru borði. Þegar kemur að grunnkjarna manngæsku, grunnkjarna þess að efla einstakling til að verða besta útgáfan af sjálfum sér, þá er þetta ekkert ólíkt. Þetta er ekkert ólíkt hvort ég er að tala við samfélög í Asíu eða hér heima, eða í Þýskalandi. Öll erum við, eins og einstaklingurum, að verða, hvernig get ég nýtt mína hæfileika, mína styrkleika og fengi að njóta mig þessu ég er. Ekki sett í box og sagt þú átt að vera svona, þú átt að vera svona, það er betra að vera hinsegin. Heldur hvernig get ég bara verið ég? Fengi. Það er svolítið það sem þetta sem ég kalla leiðtogar í mér er að gera. Þannig að ég ætla bara aðeins að tala um Franklin Covey er staðsett í 152 löndum. 30 ára gamalt fyrirtæki til að gefa út bækur sem eru metsölubækur og áhrifamestu stjórnunarbækur ennþá á topp 10 listanum þó að gefa út fyrir 30 ára síðan. Við erum að vinna með leiðtogarhæfni alveg frá börnum upp í ungmenni, upp í atvinnulíf og fjölskyldu. Því að ég veit ekki myrkur, þegar maður talar um þess að tilfinningagreinda eða félagslegu færnina, nota hana bara á mánudögum milli 3 og 4 eða nota hana bara, er þetta ekki eitthvað sem við erum að nota alltaf? Sjálfstraust, byggja okkur upp sem einstaklingar og nýta okkar styrklingar, er þetta eitthvað sem við erum að nota alltaf? Þetta er ekki bara svona. Þannig að það er það sem við erum að vinna með í öllum þessum löndum. Við erum þjálfað milljónir manningar árin. Fremstu fyrirtæki við erum með að Fortune 100 fyrirtækjum sem að vinna með lífsaflistera, en þú heyrir aldrei Franklin Covey. Af því að okkar markmið hvernig getum við að gera þetta besta eða fyrirtæki. Það snýst ekki Franklin Covey eða 7 Habits sem eitthvað merkjum við því, heldur snýst hvernig getur þú fundið bestu leiðina og nýtt þína færni á þann hátt að þú náðu sem mestu marka. Það er það sem við snýstum. Okkar hlutur, þegar við lítum á menntamálum, hvort sem það var atvinnulífið og við sem foreldrar, að þá erum við að undirbúa börnin til framtíð sem við höfum ekki hugmynd um hvernig verður. 70% af þeim störfum sem að börn í leikskólum og grunnskólum í dag eiga eftir að vinna við. Það er ekki eins og búið að finna þau upp. Og svo þykist við vita alltaf mikið hvernig allt er. Og hvernig allt er að vera og hvað það er að læra. Við þurfum að undirbúa þau með hugafar, með gildismat og með færni til að takast á við aðstæður þegar við erum ekki við hliðina. Það er það sem við þurfum að hjálpa þeim að gera. Og það er raunverulega okkar kjarni okkur. Ef ég spyr ykkur, hvað er leiðtogi? Hvað er þetta? Leiðtogi, eða leadership, leiðtogi hugsun, hvað hugsun? Gandhi. Gandhi? Af hverju Gandhi? Gandhi, já, hann var góða stjórnarnafni. Hvernig stjórnarnafni sagði það? Hann sagði, ef ég veit þér kynina, ef ég er slegin á kynina, þá svara ég þér ekki nóg. Akkurat. Gandhi var nefnilega mjög. Sagði sko, if people cannot take away your self-respect if we do not give it to them. Fólk getur ekki tekið mína sjálfsvirðingu nema ég leyfi það. Og það er akkurat grundvöldin í þessu er að við stjórnum. Hvað fleira þetta er í byggjum? Þau hugsi leiðtogi. Sem leiðir hópinn áfram. Samstarf. Hvað fleira? Frumkvöðl. Dregur það besta fram úr öðrum. Dregur það besta fram í öðrum. Sá sem lætur lítið fyrir sig fara þegar vel gengur en stígur fram þegar illa gengur. Vá, þetta
sjálfsögðu að lítið fyrir sig bara þegar vel gengur og leyfir öðrum að njóta árangursins líka en stígur fram og tekur ábyrgð þeirra í kjölinn. Er þetta það sem við höfum séð alla leiðtoga að gera hér undanfarin ár? Höfum við sjálf gert þetta? Nei, sennilega ekki. Leiðtogi er nefnilega, þetta er ekkert staða endilega. Þú getur verið í leiðtogastöðu en þú verið engin leiðtogi. Þú getur líka verið í engri stöðu en þú getur enga síður leiðtogi. Þú getur laðað fram með besta í öðrum. Þú getur staðið með sjálfur þér og ekki látið aðra stjórna þér og draga þér út í ranga átt. Þú getur leitt aðra þó þú sért ekki í þinni stöðu. Af því þú velur ekki það. Það er svolítið þessi skilning sem við komum. Þegar ég hugsa börn, eru börn leiðtogar? Af hverju sum? Hver ákveður hvaða börn eru leiðtogar og hver eru ekki leiðtogar? Þau sjálf. Hefur við eitthvað með að gera? Við börn? Haldið því aðeins og hugsið, höfum við eitthvað við þetta að gera? Ég ætla að sýna ykkur myndband sem aðeins bara heitir á ensku Rethinking Leadership sem bara aðeins að minna okkur á er virkilega leiðtogi í börnum og ef þið fá tækifæri til þess að vaxa eitthvað fara það stundum fram úr okkar málum? Já. Stundum heldum við, nei, þessi krakki mun aldrei vera neitt úr þessum og svo allt í einu standa þau ekki. Hugsið aðeins þetta þegar við horfum á næsta myndband og bara geta börn fyrir leiðtogi og verða okkar ákveða hver er leiðtogi og hver er ekki. Hvað ef við segjum öll börn sem leiðtogi?
megin kjarninn í okkar skilningu á hvernig skilningu leiðtoga. Það þessi færni, eins og sagt á ensku, þetta erfitt þýðing. Leadership is communicating people's worth and potentials clearly and they're inspired to see. Hann getur átt samskipti við fólk á þann máta að þú sér sjálfur í hvað getur. Það skiptir engu máli hversu frábær mér finnst þú eða þú ekki fyrir að þú sér það. Þú getur gert eitthvað með það. Það raunverulega þessi leiðtogafærni. Sama eins og þú segir að leiða hóp. Hvernig færðu að leiða hóp? Til þess að leiða hann með svipu þannig að hann hlýðir þér. En að leiða þannig að hann sé að þess raunverulega sjá ganga ná. Ég sé oft munurinn á svona boss eða stjórnanda og leiðtoga. Þegar þú viti stjórnanda, þá færðu ekki að þú bara, wow, þetta eitthvað mikilvæg manneskja maður og þetta aðili sem lætur þið algjörlega finna vald sitt. Hann algjörlega klára því að það ég sem stjórna, ég ætla bara að láta þið vita það. Á meðan þú ert með leiðtoga, þú ert í leiðtoga, hann lætur þér finnast þú mikilvæg. Þú ert mikilvægur hluti af teikinu og þitt allt skiptir máli, þín færni skiptir máli. Hvernig getur við unnið saman? Mér finnst þetta ótrúlega sterk lýsing á stjórnanda eða leiðtoga. Þetta leiðtogi fær fólki með sér. Á meðan hinn, ég var að fylgja í smá stund, mér finnst tækifæri að fara yfir. Þetta alveg sama við þurfum sem kennari en í skólaendurgrunni. Við þurfum að sýna rákum þetta líka. Oft spurt að þessu, ég var að spura þessu, er þetta eitthvað hægt? Krakkarnir eru bara geta börn eitthvað orðið meira ábyrgðarfyllri og eitthvað svona. Er þetta ekki bara alltaf verið svona og verður alltaf svona? Geta börn raunverulega fært okkur eitthvað virði inn í atvinnulífið? Kannski jafnvel komið hugmyndir sem að gætu elta atvinnulífið ef við gefum okkur tækifæri til að hlusta á það og sjá. Í dag raunveruleikinn svona með krakkar. Ég meina, það ekkert smáræðislegt upplýsingaflæði sem að hamrar á krökkunum okkar konstantli. Hvernig eiga þau að vita hvað rétt og hvað rangt? Hvernig eiga þau að vita að velja hvað á ég ekki að gera og hvað á ég að gera? Munið auglýsingatrendin hérna þegar við vorum unglingar? Það voru allir í sömu gallabuxum af því að það var einn sem keypti og það var einn í búið allir fóru sömu leið. Í dag, þá var kannski hægt að stjórna vissum hlutum. Í dag erum við að komast af aðgengi að svona fáránlegum hlutum, hræðilegum hlutum. Þau viti ekki að þetta rangt, af því það enginn sem tala við þau. Við trúum því alveg klárlega að við getum allt þessa færni og þess að skilja hjá krökkum. En við þurfum líka að skoða okkar eigin við. Þau skipta svolítið máli. Til að fá að vitna ég að fara aðeins inn í fræðin á bakvita. Ég ætla fyrst bara aðeins að vitna áður en ég byrja þessu. Ég í 6 ára barn, 6 ára dreng sem sagði, kennarinn sagði ég væri frábær, þannig að ég var það. Mátturinn sem við höfum sem fullorðna einstaklingar, hvað við segjum krökkunum og hvað skilaboð við sendum, getur gjörsamlega breytt þeirra lífi. Líka gagnvart fólkinu sem við mætum í vinnunni, fólkinu sem situr með okkur á skrifstofunni eða konunum sem komur. Við getum alveg haft fullt áhrif. Kjarninn að byggja upp einstaklingu sem við tölum er að byggja hann inn í frá út, ekki út í frá inn. Við erum svolítið alin upp við það, hvernig get ég litið vel út í augum þín? Finnst þér ég alveg rosalega cool? Finnst þér ég að ég gæti bara hér í réttri stöðunni og ég nógu rík og þetta til þess að falla inn? Þannig að ég er raun og verið að gefa valdið inn til þín yfir að segja mér hver ég er. Í staðinn fyrir að ákveða bara svo gamlir. Og við tölum að þú byggir upp þetta fyrst í rótarkerfi, ekki tré. Ef þú talar árangursríkt eða sterkt tré, þá er það með sterkar rætur, ekki sagt. Skiptir ekki máli hvaða veður og vindar og jafnvel jarðskjálftar. Ef að rótarkerfið er sterkt, þá stendur það af þér. Ef að rótarkerfið er veikt, þá getur tré litið rosa vel út í smá stund. Svo kemur smá rót. Það er alveg sama með einstaklinga. Við þurfum að byggja hann upp í stórt rótarkerfi. Sterkan karakter til þess að standast þetta áriðum sem að okkar börnir standa grann fyrir og sem við stöndum fyrir. Og þar hefur við með svokallað pedagógist módel sem við ætlum að ítla þessa sýningu sem heita venjurnar 7 eða á ensku 7 Habits for Highly Effective People. Þetta er bara módel sem hægt er að tengja inn í allt annað, önnur fræði, alla sálfræði. Þetta er bara eitt af verkefnum. En það byggir í grunninn á að árangurinn sem við náum,
alltaf. Hann byggir að tækja á hvað við gerum. Það skiptir máli hvað við gerum til þess að klára árangurinn, þannig að ef við vinnum vinnuna þá náum við árangri. En hvað við gerum, það byggir raunverulega á hvaða hugarfari við erum. Hafið einhvern tímann lent í því að einhverjir labbi inn í stofu eða fundi eitthvað og það einhver búinn að dæma ykkur alveg frá fyrstu augnablik. Hafið upplifað það? Finnst ykkur að pæla? Kemur þú einn. Þú veit alveg hvaða típa þú ert. Maður sér þetta, fólk segir kannski ekki neitt, en þú getur lesið þetta algjörlega. Hafið þið lent í því líka að dæma aðra mannesku til áður en þið labbi? Og jafnvel komist að því þegar þið fara að vinna með manneskunni að vá, hvað ég vissi ekki hvað var stráð. Af hverju gerum við dæmið við fólk svona? Hvað veldur því okkar hugum að ég tek upp og ég segi ég hef aldrei hitt áður að ég er búin að ákvæða hvað þú ert? Akkur? Börn. Og kannski pínlítið er óberkjörni en það er svona sterk. Þú ert klárað með því, eða þú ert betur en ég í svona. Það fyrir við börn. Akkur? Af því að þú ert ég eða ég er þú? Nei. Einstaklingar eru ólíkir. En það er nákvæmlega hvað sem gerist þegar að hugafærið okkar er oft frá því sem að við ólumst upp. Ég sé veröldin eins og ég er, ekkert eins og hún er. Af því að ég er búin að ákveða eitthvað ákveð og þetta er mín upplifun og ég sé þetta svona. Það sem að við tölum tilfinningagreind er okkar færni að klífa af, að stíga frá þessu sköpindum. Akkur hefur þetta áhrif á okkur svona? Get ég skoða það? Gæti verið önnur leið sem ég kannski ekki séð. Það er þessi tilfinningagreind að raunverulega sjá að þó sért með þetta hugafar, það er ekki endilega að vera alveg rétt, en það er samt þitt hugafar. En þú hefur færnina til þess að skoða það og endur með það. Því eins og sagði, svo kynntustu manneskjöfum og hún var alveg frábær. Þá ertu búin að breyta hugafarinu. Þú kemur alltaf yfir þessi framræðan á þessa hugsun. Sama ef vorum að barn sem er svo óþolandi sem kemur í kennslustofur að gera okkur brjálað. Þú veist, bróður hans var þetta líka á undan, hann var ömurlegur. Þannig ég veit alveg nákvæmlega út í hvað ég er að fara. Svo kannski á einu vettvangi áttaður á því að það var kannski hræðilega aðstæðan brjálað eða áfæll eitthvað sem hefði dunnið á. Þú breytir allt í einu hvernig þú kemur fram í barnið, sem hikar, að við erum saman. Af hverju fyrir við að fara svona langt til þess að breyta þessu? Við vitum aldrei hvað baráttu fólk er. En ef við reynum að sjá það besta í fólki, hafa það hugafar þegar við mætum því, útkoma verður öðruvísi og við hefum okkur öðruvísi. Venjurnar 7, ég ætla bara að fara austur til gegnum að þær fjalla þessa þróun frá því að vera ósjálfstæðis, þroskastig sem við tölum frá því að vera þess að ósjálfstæða fórnarlamb. Þetta er ekki mér að kenna, þú veist, ég meina, hann byrjaði á þessu, þess vegna er ég bara að gera þetta, þú veist, ég meina, þú klúraði þessu, þetta var ekki mér að kenna, ég var bara partur af þessu, alltaf búin að kenna einhverjum öðrum. Hann sló mig, þess vegna kýldi hann tilbaka. Það er fórnarlambshugsun, upp í það sem við kallum sjálfstæði. Þessar fyrstu 3 venjur er það sem við erum í rótarkerfinu, að byggja upp einstaklingi og sjálfstrausti. Númer 1 er að taka skarð. Átta þig á því, þú stjórnar ekki allt það sem gerist í kringum þig. Þú stjórnar ekki fólkinu sem þú mætir, en þú stjórnar og ber ábyrgð á hvernig þú bregst við. Alltaf. Ef þú bregst þér ábyrgð, þá berðu ábyrgð á því að þú stjórnar það bara líka. Og aðra eru lært. Að læra að fókusera á einbeitaðina hlutum sem þú getur raunverulega gert í hverjum. 70% fólk sem er í störfum í atvinnulífinu eyðir tíma og orku í hluti sem þeir getur breytt. Hvart, hvein og við erum að breyta þessu systemi og hinu systeminu og þetta væri svona í staðinn fyrir að fara inn og segja hvað getur gert til að orða. Og vantar tíma alltaf, er það ekki? Svo er það átt að segja því að það er margfalt sterkara hvað maður gerir en hvað maður segir. Ef það er ósamræmi þarna á milli, þá ertu búin að rífa traustið og svona. Það er ekki til staðar. Í upphag skal endinn skoða, en það begynur því endinn mælt, er að ákveða að hvaða takmarki er að stefna. Og þegar ég hafa menntastefnuna hérna sem er í þróun og mótun, þá er þetta skilgreiningin að hvert erum við að fara í samfélagi. En það er í ykkar valdi, ykkar áhrifum líka að skoða, hvað get ég gert til þess að leggja á mörkum í þessa stefnu? Hvernig get ég stjórna mínum degi í samræmi við þetta til þess að við getum byggt upp sterkara og öflugra samfélag? Ég get beðið eftir allir aðra gera það, eða ég get ákveð að gera eitthvað. Að forgangsraða. Hvernig veistu hvað er mikilvægast að gera fyrst og veistu ekki hvert þú ert að fara?
Þú getur verið ofboðslega busy að gera rosalega mikið, en þú kemst ekkert af. Árangursrík tímastjórn fælst þegar þú skilgreinir hvert þú ert að fara og þá er svo auðvelt að sjá hvað er mikilvægast að gera fyrst til að koma af stað. Kennum þarna mjög öfluga tímastjórn í að snúa þessu aðeins frá því að vera bara á skipuleggja allt verkefni sem þeir eru að gera í því að forgangsraða. Nákvæmlega hvað að gera. Þarna ertu komin upp í þetta sjálfstæði. Með ábyrgðina sjálf áttalega hvað er að gera ábyrgð, sýna hvert þetta fara og tæknina til þess að geta forgangsraða og gert hluti sem skipta mestu máli fyrst. Þannig að þú endir ekki annaðhvort í burnout eða ekki með árangur í neinu sem þú ert að gera. Þú ert alltaf að fókusera eitthvað sem að bara kallar á. Krakkarnir eru alltaf að svara símanum konstant. Ég meina, alltaf að svara símanum ef þau gera á þeim tíma sem þau eru búin að gera sem skiptir þau mestu máli. Þannig að venja 4. Þarna erum við komin í hvernig þú vinnur árangursríkt með öðrum. Að hugsa vinn-vinn. Átta sig á því að þó að þér gangi rosalega vel eða þér, það hefur ekkert að gera ég sé tapur. Það er alveg nóg til. Maður þarf ekki alltaf að nálgast það þegar einhverjum öðrum gengur vel og bara, þú veist, býtu, veist þú þetta? Hvað fæ ég það? Ég segi þetta, ég lýsi þessu oft, þetta kallast svona gnægt hugsun, að bara, það er nóg til. Ég ber ábyrgð á mér og ég get lagt að mörgum og við getum í sameiningu fundið að góða lausn. Svolítið góð lýsingin, þegar ég eignaðist fyrstu dóttur mína, þá hugsaði maður ég elska hana af öllu hjarta. Svo eignaðist ég aðra. Ég sagði ekki við þess að fyrir heilu, þú veist það er nú bara helmingur fyrir þig, svo þessi helmingur fyrir hann. Hjartastæk. Og það er alveg sama með þessa hugsun er að við þurfum ekki að vera að tapa neinu frá okkur öðrum kantinum. Og ef við reynum að finna sameiginlega hagsmuni í öllum aðstæðum, þá erum við lausnir. Vani 5 er að hlusta fyrst til að skilja og gera sem skilja. Þetta er það sem við köllum empathic listening. Þetta er að hlusta, þetta er ekki virkhlustun, þetta er svona samheng. Ef þú ert í raun og veru að geta sett í spor annarra án þess að dæmi. Það kemur aftur að paradæmi, þínu sjónarmiði. Stundum fyrir við til að hlusta og ég bara nákvæmt hvað ég ætla að segja, því ég veit alveg hvað þetta laga þetta veist, svo er dýr sko. Þannig að segja mér þetta, já, en þú ert að gera þetta. Við erum alltaf komin í svar. Við hlustum venjulega á meðan við hlusta árum að hugsa svarið. Það getur ekki. Eða við miðri setningu og einhver segja, já, ég landi líka í þessu og ekki segja frá þessu. Það eru ofboðslega fáir sem kunna að hlusta. Þegar við förum í djúptinn, þá kennum við djúpa hlusta og hvernig þú raunverulega fer inn án dómarkvann til þess að læra að hlusta. Því að þá getur við fyrst skapa það sem við kallum samheng. Það sem að við erum að vinna saman sem heild, það sem við erum sterkari sem heild en við nokkurt okkar eitt og sér. Að summan af heildinni er miklu meiri heldur en bara hver hluti fyrir sig, þá erum við að leggja það saman. Þarna er verið að tala um að virða fjölbreytni, að sjá hvernig get ég lært af þér, eða hér. Hvernig getum við komið saman og búið til eitthvað sem hvort okkar eða ekkert okkar eða geta gert því sitt okkar. Það er samheng. Við höldum stundum á alamiðlum sem samheng. Það er ekki. Og þarna erum við komin upp, í raun og veru, hér er hugafarið þú, þér að kenna. Þarna er ég veit ég bara ábyrgð. Efstur við. Við erum í þessu hérna saman. Og ef ég þarf eitthvað að lítið, ég bara þarf í tilbúin það, ég stend sterk og við getum skoða hvernig við fundum sameiginlega lausn. Venja 7 er Bryndu Sauna, skiptu Sauna. Þarna er bara verið að benda okkur á, við þurfum að staldra við og hugsa ykkur líka. Og það setjum við upp í 4 heildir. Það er eitt er líkamlega og þá er það líka með svefn, næring og allt, það er bara 1. 2 er hugurinn. Við þurfum að þroska hugann og læra nýja hluti. Vera aðeins að skora á okkur sjálf, fara út fyrir þægindarramma. Númer 3 er okkar sambönd, það er hjarta. Hver eru mikilvægum samböndin í okkar lífi, í fjölskyldu, atvinnu, hvað sem er? Erum við að rækta þau eða erum við að bíða eftir eitthvað gerist? Svo er það þessi 4 sem gleymist venjulega alltaf. Það er bara ég. Þegar ég er bara ein. Þú veist, hvað er ekki sem gefur mér? Þetta er bara að vera að setja upp í svona fer. Þetta erum við að vinna með skólum núna í 30 löndum, við erum að síðast 30 löndum. Það sem við erum að byggja þetta hér inn í allt annað sem við erum í mindfulness við nýtt. Þannig að það er ótrúlega skemmtilegt. Ég ætla að hlaupa, veistu hvað þetta er áhugavert? Ég ætla að passa á tíman, ég ætla ekki að tala hrikalega mikið, alveg rosalega mikið.
Ég ætla að fara hérna, ég ætla að fara bara hratt í þessi almenna nálgun hérna á skólakerfinu. Hún er svona. Við þurfum að breyta því og jafna þetta, það sé ekki bara verið að horfa á þessi menntun, þessi lestur, stafsæði, eingöngu. Það er mjög mikilvægt, en við þurfum að horfa á aðra þætti líka. Ég ætla að fara, ég gerði þetta smá samantekt hérna, og mér fór lengra í það. Og tók aðeins bara samantekt á það sem hefur verið að byggja í skólastefnunni. Og svo tók ég með rannsókn sem gerð var á hvað vill atvinnulíf og foreldrar allan heim, það gert frá Bretlandi, hvers konar færni vilja sjá í börn sem koma út úr grunnskóla. Framtíðar starfsmenn. Það kom hvergi, nýju starfræn. Eða, þú veist, toppengun í eldfræn. Vissulega er það mikilvægt fyrir viss störf. En þetta er það sem er. Það er þessi markmiðssetning, það er þessi tímastjórnun, það er skipulegt, það er samvinna, það er takast á við áskoranir. Sama 21. aldar ferli, það fór skilgreint, heil samtök þetta. EU Legislations for Lifelong Learning, aðalnámskrá allra Evrópulandana byggir á þessu í grunni og menntastefna Hornafjarðar passar þetta mjög vel inn. Mjög faglega aðall unni sem er komið að því sem er verið að byggja í hvernig þetta er gert í alþjóðasamhengi. Það sem við vantað, við séð, það sem að Franklin Covey hefur komið inn, er að hér erum við svo kallar pedagógist módel sem að kennarar, við veitum hvað pedagógist módel, það er bara eins og læra, hvernig þú lærir að efla þína tilfinningagreind. Þetta módel hefur hjálpað. Má nota inn í öðrum annars, það er það sem hún gert. Ég var eitthvað með tíma. En ég er góðlega, þá ætla ég að ég ætlum nokkra minna. Ég ætla að enda á hérna einu sem er svo skemmtilegt myndband. Er ég nokkuð alveg að fara með ykkur? Nei, mér finnst nefnilega þessi glæra skólakerfi svo ótrúlega flott. Á íslensku, bara svo allir séu, þú veist, á sama báti, þá er allir að fara í sama próftak. Vil ég klifra upp í tréð? Skólarnir eru hér. Heldur þú að fíllinn sé ömurlegur fíll af því að geta klifrað í tréð? Eða fiskur? Nei. Skólakerfi okkar er stundum að segja allir eru að apa. Að það er það sem við erum að mæta eftir. Af hverju á fílnum að finnast það með eitthvað verði eða fiskjum? Af hverju er ekki skólinn að leyfa það fjölbreytni? Það er það sem skiptir. Það sem er eitt af því mikilvægasta sem ég sé í samfélagum sem við erum að vinna í, út allan heim, er að atvinnulífi getur haft að það gríðarlega áhrif. Og ef að samspil atvinnulífs og skóla með sama markmiði að því að byggja upp sterka einstaklinga sem eru með sjálfstraust til þess að finna hvað er ég góð og fara út og finna okkur sem að virðir þennan fjölbreytileika. Það er það sem við erum að byggja upp sterka einstaklinga. Og eins og ég sagði í byrjun, þetta snýst að fá að vera besta viðkomandi með sjálfstraust. Vitið þið hversu mikið vald þið hafið í ykkar daglega lífi? Af því hvernig framtíð er einstaklingar sem kringum lífið. Mér finnst áhugavert að heyra foreldrar þar sem að 75% foreldrar sem sögðu nei, ég hef ekkert með það að gera, hvað gerist í lífið. Mér langar að hugsa það. Hafið einhvern tímann haft eina mannesku sem sá ekki eitthvað gott í ykkur? Eitthvað sem trúði á okkur þegar þið kannski trúði ekki á okkur sjálf? Sennilega einhvern tímann. Þið hjálpið ykkur að finna ykkur að trúa sjálf. Ef ég spyr alla skólastjórnendur, alla atvinnurekendur, ég tala við á marga, ef þið mættu gefa börnum eitthvað eitt, ungu fólki, sem veganist út í lífi, hvað væri það? Þú ætla að spyrja ykkur. Trú og sjálfströst. Trú og sjálfströst. Ég fæ sama svar hver sem er í heiminum. Vegna þess að ef þú vilt trúa sjálfan þig, þá getur alveg tekist okkur einhver segir að þú getur ekki. Þú finnur leið. En það er fólkið því að ég þurfum að kíkja hvað get ég gert í mínum áhrifum til þess að hafa áhrif á það. Get ég átt þessi samskipt að það nota fólk sjáu því að sjálfum sig. Nei, þú ert frábær. Já, hann sagði að verði frábær og já, það er frábær. Mér langar að biðja ykkur að hugsa eitt barn í ykkar lífi. Mér langar að biðja ykkur að hugsa barn sem er ekkert oft litið á sem leið. Barn sem er kannski erfitt. Ykkur finnst leiðinlegt. Pírar ykkur, já. Og þið eru nokkuð vissum að þetta barn á örugglega eftir að fara heim til þessu.
Hvernig myndi góður árangur slíks barns líta út? Ef það stæði upp undir og lykkast. Sjá það fyrir. Og mér langar til þess að benda ykkur á hvað getið þið gert í dag til þess að hjálpa þessu barn að sjá að það leggast góð líf. Það getur lífið lítið. Því að alveg svo í byrjunum, þegar þú horfir á það jákvæði í einstaklega, það er það sem börnum vilja, þau eru að leitast eftir friðhelgi, þau eru að leitast eftir heim. En skipti ég máli. Stundum þurfa þau bara einu sinni, eina mannsku til að samla. Ef ég tíma fyrir einhvern, þannig að það er ekki enn tíma. Sjá ekki Nei, ég setja hann í erfiða stöðu. myndband. Það sem að mig langar bara að hefur að afsaka það er víetnamsku texti á þessu undir. Málið er, maður veit aldrei hvernig þetta eina skipti er sem að eitt barn að þú getur haft þau áhrif að það allt í nú verður allt verða leik. Þetta er barnið svar en sá að það var önnur leik. Hvernig maður bara hafa það í huga því að horfa þessu, bara hverfa um þetta. Ég breyti því ekki, en ef allir líta í sitt nærumhverfi og reyna að pínlítið næra, það getur gott það. Takk fyrir mig. Það komið þess að blessu. Ég tek undir með Lóvísu. Þessu gaman að sjá hverju vel er hér mætt. Og ég vona að það erindi sem ég ætla að renna hér yfir með ykkur sé að ykkur veit áhugavert fyrir ykkur. En ég ætla annars vegar að fara yfir starfamessu Suðurlands sem ég meðal annars stóð að nú á vordögum og renna síðan yfir mínar hugleiðingar menntun, samspil menntunar og atvinnulífs. En eins og fram kom á fundarstjóra þá heiti ég Sigurður Þór Sigurðsson og er þess að formaður félags eða samtaka sem heitir Atorka og er samtök atvinnurekenda á Suðurlandi sem er svolítið ekki stór og mikið samtök en eru þó á bakvið það til 1000 störf sem eru á Suðurlandi, þessi fyrirtæki. En inn í Atorku kem ég sem stjórnarformaður fyrirtækis og samfélagsins sem heitir Tölvur Rafnir Þjónustu Suðurlands og er þar starfandi stjórnarformaður. Fyrst við ætlum að víkja hér að starfamessunni að þá var hún haldin 19. mars síðastliðinn í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Tilgangurinn og markmiðið með starfamessunni var að auka þekkingu og innsýn fólks á tækifæri sem liggja inn verk og tæknimenntun auk ýmiss konar starfsmenntun. Markmið var auðvitað líka að efla samstarfs atvinnulífs og skólas og fjölga þeim sem velja nám til þeirra starfa sem atvinnulífið og Suðurlandi kallar á.
Því glögglega, eins og kom fram í máli Lóðsson, þá atvinnulífið kallað fólk með þennan bakgrunn. Hvers vegna var nú farið á stað í þetta mál? En það var þannig að síðastlið haust að þá var unnin skýrsla, eða fyrst skoðanakönnun eða skýrsla, og sú skoðanakönnun fór fram á meðal grunnskólanema, foreldra þeirra og framhaldsskólanema að hluta, svo á meðal atvinnulífsins. En það kom mjög glögglega fram í þessari skýrslu og hún fyrirleggjandi á vef SAS, ég held að það sé örugglega rétt, og mjög svo margt fróðlegt í henni að skoða, að það skorti umtalsvert á þekkingu fólks á þeim fjölbreyttu aðferðum og möguleikum sem staðar eru hvað varðar nám og störf. Auk þess kom fram að skortur ekki á sölvisku fyrirtækjum á starfsfólki með inn verk og tæknimenntun og ýmiss konar starfsmenntunar, ekki síst á þar við eins og gagnvart ferðaþjónustu. Þetta eru mörguleiti sláandi tölur sem við sjáum þarna að það í fyrsta lagi koma fljótlega fram að það vantar upplýsingar um þessu verki. Og 30% ungmenna telja sig ekki hafa góð atvinnumöguleika stundum. Og 70% grunnskólanema hafa hugleitt að fara í háskólanám að loknum framhaldsskólanámi. Og 85% framhaldsskólanema telja að auka þau framboð í námi og verk og tæknina. Þetta er mörguleiti æpandi niðurstöðu sem þetta kom fram. Nú, starfamessan var í raun og veru svona stórt og metnaðarfullt samfélagslegt verkefni að mínu mati sem vonandi í skrefinu átt að skila Suðurlandi og íbúðarsvæðið sem sterkar inn í framtíðina. Starfamessa sjálfsagt ekkert annað, við völdum bara þetta nafn sem slíkt, þetta er raun og veru kynning á störfum og námsleiðum til þessara starfa. Þeir sem stóðu að þessu var þess að Abdorka, þau samtök sem á ég starfa fyrir, og samtök Sunnlíka sveitarfélaga sem voru svona megin burðarrannsóknir í þessu verkefni. Aðrir þáttekendur við undirbúning og framkvæmd voru grunnskólar á svæðinu frá Þorlákshöfn, Háskólafélag Suðurlands, Fjölbrautaskóli Suðurlands, Menntaskólinn á Laugavatni, en auk þess kom meðal annars Vinnumálastofnun að þáttökunni með vegna sinna stjórnarnefnda. Nú, til messunar var síðan boðið sunnlensku grunnskólanemum í 9. og 10. bekk sem á framhaldsskólanemum á svæðinu. Undirbúningur sem slíkur, þessi skýrsla sem ég vitnaði til var ekki tilbúin fyrir í nóvember eða svo, kynningar. Þannig að undirbúningur var tiltölulega skammur og þannig séð einfaldur. Við vorum tvö, ég og Kristín Hreinsdóttir, verkefnisstjóri SAS, í raun og veru vorum einvaldar í þessu og réðum allt og tókum allar ákvarðanir. Við byrjum á því að skrá niður þá þær greinar og námsleiðir sem okkur langaði að sjá þarna inni og námsleiðir og síðan í framhaldinu handvöldum við aðila fyrst og fremst af heimasvæði til að kynna hverja grein. Ætluðu síðan til þess að þeir myndu sækja sér styrktaraðila í þeim efnum til þess að svo sem skóla og aðmar til þess að skila sig í þessu. Fórum síðan bara maður á mann, við heimsóknum alla sem við og liðum þannig menn til þáttöku. Við auglýstum líka eftir þáttekendum í staðarblöðum og sendum bréf en slíkt í raun og veru virkaði ekki neitt. Og það var bara þessi maður og mann aðferð og það er svo aðferð sem við mennum með. Og hvernig tókst til? Það er raun og veru stundumóli bara ljómandi vel. Það voru 28 kynningarstöðvar, þar sem það fyrir 30 aðrar kynntu starfsemi sín á þau störf sem unnin innan fyrirtækjanna ýmissa námsleiða. Lögð var áhersla á það að kynningar væru líflegar og vektu þannig áhuga gesta. Það voru 15–1600 manns eða svo sem mættu en sá hópur samanstóð af nemendum framangreindra skóla, auk kennara, atvinnuveitenda á vegum Vinnumálastofnunar, sveitarstjórnarmanna og annarra gesta. Það var á þessum 30 var þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt yfir að líta.
Þarna mátti sjá meðal annars úrbeiningu á vinnslu á kjöti, pylsugerð, hársnýttingu og ljósmyndun, andlitsförum, söðlasmíði, kynningu á rafeindavirkjun, tölvunar og kerfisfræði, smíðiskripi, leiksmiðs, múrara, búkara og málara, kynningu á því handverki öllu saman. Þess skorna bílvél og upplýsingar vegavirkjun, bílamálun og bílasmíði, raunaframleiðslu, kynningu á matvælavinnslu, svo sem tengt sjávarútvegi, kjötvinnslu, mjólkurvinnslu og bakstri, kynningu á hönnun, svo sem landslagsarkitektur og húsgagnahönnun, uppsetningu á fréttablaði, kynningu á ferðamálum, svo sem störfum á hótelum, hótelræstri, umfyrðu og kynningu fossa og fleira. Starfamessan tókst að okkar að mati mjög vel og iðaði Fjölbrautaskólinn af lífi, mannlífi og starfsliði alla tíma. Það er mat okkar og stór hluti af jákvæðum upplifun og virkni nemenda var nokkurs konar spurningarallingur sem við settum upp þar sem við nemendur þurfti að ganga milli aðila og átta sig upplýsingum viðkomandi rekstur þeirra námi. Þau unnu síðan krakkarnir úr þessum gögnum í skólum daginn á eftir. Það er mitt mat að það kannski mátt gera svolítið meira á þessum lið og þetta er það út af því að hluta hvað þessu seint að við hófum undirbúningi. Það mætti vinna þetta betur og væri gaman að sjá meiri vinnu í skólunum, bæði fyrir og eftir messuna með svona atriði. Þannig ætti svona viðburður að skila meira eftir sig inn í kolla unga hópsins. Við héldum uppgjörsfund eftir að messunni lauk og þar kom glögglega áfram að menn teldu að væri full þörf á því að halda sambærilegan atburðarnum og það væri þá cirka 2 ára fresti, þar væri við þá búin að enda þessar krakka grunnskólanema upp í Fjölbrautaskólann og það væri þá búin í ráðgóðslu inn í þetta öllu saman. Það voru flestir sem stóðu mjög vel að sínum kynningarstöðum en einhverjir svona lögðu ekki eins mikið metnað í það og það voru fyrst og fremst þeir sem sá eftir að hafa lagt meiri metnað í það vegna þess að menn sáu hversu mikið þess skilaði og hvað mikið þess að krakkarnir voru gríðarlega áhugasamir og spurðu mikið. En undirbúningur eins og ég sagði þarf að vera betri og með góðu fyrirvara, bæði kynningaraðilar og ekki síður vegna skólana. Undirbúningur inn í skólanum þarf að hefjast og vera töluvert. Ég sé fyrir mér að ef það væri mögulegt að koma svona vinnuveikurit fyrir inn í námskrá, það verður það auðvitað mjög skilur. Og ef til dæmis fyrirhugað er að halda svona messu aftur, við vorum 2017, þar var undirbúningur hefjast ekki seinna en nú í heldur eða næsta voru. Það stofan okkar sem þessu stóðu að mjög mikilvægt er að það séu mestu fyrirtæki og aðrar svæði sem standa fyrir viðkomandi kynningu. Það sé meiri nánd á milli aðila og það sé þá auðveldara fyrir viðkomandi ungmenni og standa sér inni að setja sér í samband við þá aðila sem vilja kynnast nánar. Eins er það með skólana, það er það mjög einfaldara fyrir þá að leita til heimaaðila með samstarf og aðstoð. Varðandi kostnað þetta þá má segja að honum hafi öllum verið háttinn niður eins og hægt var. Hann dreifðist bara á þátttakendur. SAS kostaði verkefnastjórann og ég gaf alla mína vinnu í þetta. Síðan greiddu fyrirtækin sinn kostnað uppsetningu og kynningu. Fjölbrautaskólinn lánaði húsnæði og búnað án endurgjalds og sveitarfélögin greiddu kostnaði flutning sinna nemenda til og frá messunni. Nema hvað nemendur héðan fengu frítt í strætó og aðra leiðina, en það þáttu þeir langt umstæðanlega fara. Það voru síðan unnin 2 myndbönd starfamessuna og kannski læta hann með talgangi hvort við skoðum þau hér á eftir. Það var fyrsta lagi var unnið myndbönd á vegum okkar þar segja og síðan var sjónvarpsstöðin N4 þarna með og vanspurtar kynningu á því getum rétt yfir hann á hvernig myndum að þóra myndur. Það tíminn reynur hjá mér. En þetta var svona starfamessuna. Heilt yfir tókst gríðarlega vel og mikill áhuga endurtaka hana. Síðan ætla ég svona aðeins að renna yfir mínar hugleiðingar og það er notabæri mínar hugleiðingar samspil menntunar og atvinnulífs. En það er engin efi í mínum huga að atvinnulífið
þarf og á að vera mjög virkari þáttakandi í kynningum og menntun fólks sem verið. Við höfum verið allt og látið þetta allt og mikið afskiptalaust og þurfum að gera þetta. Við atvinnurekendur getum ekki setið með hendur í skautu og beðið og vonað með að rétta fólki með að rétta bakgrunnin, að rekja nefið og óska eftir vinnu bara þegar okkur hendur. Við öll og hvaða orð sem við notum yfir það, hvort að það er að kunna að framleiða að gera hvernig sem er og þurfum að gera hvernig sem er. Við öll og þar á ég við okkur sem fjölskyldur, svo skólana, höfum gert of mikið því að stýra eða ekki stýra ungu fólki á brauti sem hvorki gagnast viðkomandi einstaklingum eða fyrirtækjum í landinu. Með betri kynningum og upplýsingum trúi ég því að fáum unga fólki til þess að fara réttari brautur og þá í framhaldinu aukum við framleiðni og þar með lífskjör og hamingju lands og þjóðar. Sjáum það glögglega að það eru kannski 30, 40, 50, 60, 70 mann sem að sækja stöður varðar við það sem krafist háskólamenntunar eða eitthvað þýlíkt á meðan það leitun það sem kannski 2-3 umsóknir ef það eru leitað rafeindavirkja, rafvirkja eða kerfisfræðingur. Það eru allt og mikið af fólki síðan sem að rannsóknir hafa sýnt sem að leggjast á menntaveg sem síðan liggur alls ekki til þess staðar þar sem áhugi liggur og við að gleymda hefja viðkomandi einstaklinga. Við þurfum að bregðast til þessu. Í mínum er þetta tiltölulega einfalt. Við þurfum að efla bara samstarfið, skóla og atvinnulífs með bara beinum hætti. Og einfaldast er að byrja það bara hér heim í héraði hjá okkur og vera með auknu samtali og virkari samtali milli fyrirtækjanna og skólana. Þannig að kennarar og skólastjórnendur fái góða tilfinningu fyrir hvernig landið liggur. Hvað er verið að kalla á, hvaða tækifæri liggja, því oftast eru þau svona lítt falin þau eru rétt við pennar á okkur. Það sem kannski eru alveg glímjandi öllum tækifæri og ljómandi góð laun. Það þarf líka að auka beint samstarfsásum með því að fyrirtækjum taki til sín nemendur í virkar starfskynningar, ekki í of stórum hópum þar sem að ómarkvisst er kynnt, heldur virka starfskynningar sem fara út að útfara betur, sem eru það vel undirbúnar og að komi eða þá fyrirtækjum fá að koma í skólana með kynningar. Hlutirnir bara gerist ekki á sjálfu sér og við getum ekki ætlast til þess að skólarnir haldi uppi og mennti fólk til ákveðna starfa sé ekki til staðar alvöru data og upplýsingar þar út. Við viljum hafa möguleika á því við atvinnurekendur að ráða til fólk til vinnu sem er þá með þann bakgrunn, þá menntun sem viðkomandi starf kallar á og við viljum auðvitað til fólk sé til staðar. Það er tiltölulega einfalt. Við getum heldur ekki ætlast til þess að bæði ungmenni og fjölskyldur þeirra taki ákvörðun menntun. Það kemur skýrt fram í þessari skýrslu sem ég vitnaði með fyrir áðan. Fjölskyldur telja sig ekki hafa nein áhrif á þann veg sem ungmenni ráta á meðan ungmenni telja að pappa og mamma séu alls í stóri gefur til heimavík. Það er gott að vel. Upplýsingar samanlega vantar til þess að hægt að feta sig við rétta braut. Eins þurfum við að taka út allan terror. Hann hefur verið að mínu mati allt og mikið. Það hefur allt og verið mikið sett fyrir sig að þegar fyrirtæki í annar flokki koma í skólana eða gera eitthvað þá sé það flott að við auglýsingarmennsku eða slíku. Allt er talið að það svo er og þetta verður bara nýliðna umræðu þó sé ekki beint í þessu reiðhjóla hjálma og þeirra. En það hafa verið þessar viðkvæmni gagnvart því að fyrirtæki sé að skapa sér eða fá einhvers konar samkeppnisforskot með því að fá að koma í skólinu að taka á móti fólki. Þetta er eitthvað sem við þurfum að bera niður. Fyrirtæki eru námsstæður og gríðarlega mikilvægur þáttur í menntun. Stjórnendur fyrirtækja eru í mörgum tilfellum reynsluboltar
sem geta og eiga að viða reynslu sinni þekkingu. Mörg fyrirtæki sinna auðvitað menntunarhlutverkinu sínu ágætlega en mjög mörg láta sér þessar hluti í allt og réttu mikið til. Þar þarf að ýta við mönnum og kveikja ljós í kolli stjórnenda sem stórt hlutverk þeirra í þessu samhengi. En til þess að þetta samstarf geti átt sér stað, og það hef ég svo tilfinningulega fundið fyrir núna á undanfarnum missum, til þess að þetta samstarf geti átt sér stað, það þurfa að vera fyrir talsmenn fyrirtækja og þá auðvitað nauðsynlegt að það sé til einhvers konar félagsskapur eða samtök og atvinnureikenda sem hægt að kalla til samtalsins sem ég vissi að geta til. Þannig og ekki öðruvísi, því að þetta getur ekki farið fram sem bara samtal milli, þó að það getur verið einhver viti, samtal milli skóla og einstakra fyrirtækja, þá þarf það að vera svona samverðandi til alla. Þetta er auðvitað í mörgu leitum svolítið erfitt í því umhverfi sem hefur breyst á undanförnum árum. Ég hef búin að standa lengi í atvinnurekstri og það hefur auðvitað gjörbreyst staðan eins og mínu heimasvæði. Það var þar að þar hafa náttúrulega stórfyrirtæki keypt upp smærri aðila og sett upp útstöðvar og útibúðar til þess. Og þannig eru þau fyrirtæki sem eru þá svona fjarstýrt meira eða minna að taka þátt í þessum samfélagslegu verkefni sem nauðsynlegt sé gert og var gert. Þannig að grundvöllurinn sé í þessu, þannig sé til samtök og þau getur talað saman og menn sé að tala saman tungum með þessu. Það er auðvitað bara verkefni mitt og míns fólks að brýna þessa aðra til þess að það sé hægt að búa til þennan grundvöll. Samtök atvinnulífsins hafa undanfarnum árum og þið þekkið örugglega til þess að einhver leyti að verið að efla þátttöku sína í auka menntun og hæfni Íslendinga. Margt er þar gott að gerast og meðan hans í samstarfi við Alþýðusamband Íslands er unnið að því að endurskoða starfsmenntakerfið með einföldu og gagnsæju rökum. Ég vil fyrir nú tækifæri til þess að benda á vef Iðunnar verkefnissettur þar sem að þeir eru búið að vera að vinna nokkur svona myndbönd, svona fræðslumyndbönd einstakar greinar. Og þeir sem eru á skýranum mikilvægt hátt að sýna hvað í þeim greinum er að hafa. Þar er fólk sem að starfa í þessum greinum að segja frá reynslu sinni og hvernig þeim líður í viðkomandi störfum. Og það er nemakvað.is. Ég sé nú vel fyrir mér að þetta er upp í þróun og þarna vantar auðvitað mikið upp á að all störf sé að finna en ég sé nú alveg fyrir mér að svona upplýsingavegur gæti verið til við nánast öll störf. En fyrst að ég er nú ekki alveg, þetta var þið talaða mál sem ég ætlaði að fara með henni fyrir vikuna og fyrst að við erum ég er ekki í tíma minna að vega það. Nei, þú þegar það var rétt með það. Og það verður gaman að sýna ykkur hérna bara að spila mynd og þá. En njótið þessa og ég þakka þér mikið. Já. Ertu að skrifa fréttir núna? Það er bara að vera klar að ganga frá. Er það svona sem það gerist? Já, er þetta blað sem fyrir prentun núna bara? Já, bara á eftir. Hvenær fæ ég að vera sunnlendingu vikuna? Þegar þú gerir eitthvað merkilegt. Það er svoleiðis? Já, eitthvað sem að eða foreldræðin eru ánægðir með. Já. Á fimmtudaginn var haldin svokölluð starfamessa í Fjölbrautaskólanum á Suðurlandi. Starfamessan er samstarfsverkefni SAS, Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi, Atorku, skólana á Suðurlandi og Vinnumálastofnunar. Hún er hluti af sóknaráætlun sunnlenskra sveitarfélaga og sérstök áhersla var lögð á að kynna verk- og tæknimenntun, enda hefur komið í ljós að það er skortur á fólki með slíka menntun á Suðurlandi. Messan gekk eins og í sögu. Skólinn iðaði af lífi allan daginn og áhuginn reyndist mikill, bæði hjá nemendunum og eins fulltrúum fyrirtækjanna sem miðluðu reynslu sinni með mikilli gleði. Ekki verra sko, ef þú litlum hér á smiðli að geta tekið myndir líka.
Það er náttúrulega eitt af skemmtilegasta af þessu. Menn þurfa náttúrulega að ganga í öll störf. Og þegar það hefur áhuga á til dæmis bíluverkjum, þá er fjölbrautaskóli með grunddeild bílina. Sem sagt, þegar þú búinn að taka það inn í fjölbraut, þá getur þú valið annað hvort bíluverkjum eða bílamálun eða bílasmíði hjá Borgarholtsskóla. En ég var búinn að taka ákvörðun þegar ég var unga aldrei að fara í bíluverkjum og ég stóð bara fastur á henni. En það var náttúrulega verið að ýta að mér ýmsum bóklegum höfum og leiðum sem átt að fara bara upp í háskóla. En ég allavega tók þessa leið og ég sé ekki eftir henni. Markmiðið er þetta fyrst og fremst að upplýsa æsku Suðurlands alla það möguleika sem felast í öllum þeim margvíslegu störfum sem að hér eru unnin og þann fjölbreytileika sem felst í suðurlensku fyrirtækjum og gefa þeim kost á að ígrunda og hugsa sína framtíð. Þetta er eiginlega bara talvan í bílum sem stýrir öllu. Þannig að þetta er svona heilinn í bílum. Það gerist ekkert á þess að fara hérna í gegn. Rafeindafræði og rafeindatæknifræði er eitthvað sem er að fara miklu meira inn í greinina og menn þurfa að vera klárir til að geta unnið í og mælt upp svona búnað. Þannig að menn þurfa að vera svolítið klárir í rafmagnsfræði og rafeindatæknifræði. Þannig að það er ekki lengur nóg að vera flinkur með skrúlykilinn? Nei, það er ekkert eingöngu málið að geta sveifla hamrinum og verið með gastæki. Þetta eru mælitækin orðið miklu mikilvægari og algengari í bíluverkjum í dag. Þetta er að hann var í gamla dag. Þannig að maður er fullu fanginn með að endurmennta sig og halda sig við. Þau eru ofboðslega forvitin og svolítið hissa, en það er eftirvænting og þau fengu verkefni sem þau eru að leysa með því að ganga hér á milli fyrirtækja og spyrja spurninga og reyna svona að setja sig aðeins inn í og átta sig á þessum fyrirtækjum sem eru hér. Hvernig finnst þér að taka á móti þessum krökkum hérna núna? Mér finnst þetta algjör snill. Mér finnst vel að þessu staði. Fyrirtækin eru mörg hérna og þau eru öll að gera þetta með alvöru hugafæri, setja mikið í þetta. Mér finnst þetta nauðsynlegt fyrir krakk í dag því að ég segi 80% af krökkunum hérna, þau vita eiginlega ekkert hvað þau ætla sér að gera. Þannig að við að koma með okkar iðngreinar hérna inn og sýna þeim, ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir lungað af þessum krökkum. Að þau geti mynda sér betri skoðun, hvað er í boði. Getur eitthvað svona metir að hvað þetta getur þýtt? Já, ég er eiginlega alveg sannfærð að þetta opnar augu þeirra fyrir samfélaginu hér í kringum okkur. Þetta opnar augu þeirra fyrir því að þegar þau keyra fram hjá þessum fyrirtækjum, þá eru þau miklu nær það sem framfer þarna fyrir innan dyrnar. En ungmenn í dag, þau fá ekki tækifæri til þess að heimsækja fyrirtæki nema undir einhverju svona spari formerkjum. Vegna þess að nú er þetta bara svo breytt samfélag. Komið sæl og velkomin á þessa ráðstefnu samspil menntunar og atvinnulífs. Gaman að sjá hvað er rosa margir í salnum. Ég held að það sé sjaldan sem er svona komið. Það verður örugglega fróðlegt þegar verkefnum fer að byrja svo. En þessi ráðstefna er hluti af sóknaráætlun fyrir Suðurland og var undirbúin í samráði við Kristínu Hreinsdóttir, verkefnisstjóra samtaka suðurlenskra sveitarfélaga, en hún hefur látið að starfa þar. Í tengslum við sóknaráætlun er markmið að vinna samstarfi að eflingar menntunar og á Suðurlandi næstu árum í samræmi við þá stefnu sem mörkuð hefur verið í skýrslu starfshóps eflingu mennta- og fræðslustarfs á Suðurlandi. Þannig er menntamál á Suðurlandi skilgreind sem sérstakt átaksverkefni hjá SAS og viðurkennt sem raunverulegt byggðamál. Það er að sjálfsögðu. Það sem við viljum sjá gerast er að menntunarstig á Suðurlandi hækki og það viljum gera með uppbyggingu og samstarfi aðila atvinnulífs, tilprófunar og eflingar menntunar á svæðinu. En einnig með aukinni samvinnu milli skólastiga, þar segja grunnskóla og framhaldsskóla og svo háskóla, og á milli menntastofnana á svæðinu, milli til dæmis framhaldsskóla á Suðurlandi. Efling iðn- og verknáms og fjölgun nema í slíku námi tel ég afar brýnt. Það skortur orðin á fagmenntum iðnnámennum á öllu landinu
og hef ég vilja meina að það sé snarversnað eftir hrun þegar byggingariðnaðurinn tók mikið og vont högg á sig. Fólki í greininni flutti úr landi og eftir núna þegar greinin aftur að jafna sig að þá vantar okkur bæði fólki og þekkingu. Mér hefur fundist vera tilhneiging til þess þegar verið að efla nám eins og iðnnám og verknám að það sé lögð of mikil áhersla á bóklega þáttinn í eflingunni. En verklag og tækni sem þarf til þess að ná góðum árangri í iðn- og verknámi finnst ekki í bókum heldur út í veltinu að mínum þess að. Þannig að við þurfum að passa okkur á því. Svo lengi lærir sem lifir, svo sannarlega mjög margir hlutir sem að lífið getur kennt okkur og aðeins reynslan getur gert okkur fullnum. Þannig til ég að raunhæfni mat sé einmitt mikilvægur hlekkur í námi og koma fólki aftur í nám sem er búið að vera í atvinnulífinu. Fólk sem hefur áratuga reynslu í sínu fagi getur fengið sína þekkingu og sína færni metna til bæði gráðu og svo ekki síður kannski til launa. Án þess að þurfa að setjast á skólabekk og byrja strax bara á dönsku 103 eða eitthvað álíka. Fljótlega eftir að ég tók stúdentspróf þá fór ég bara að reka með þeir fyrirtæki. Það var ekki fyrir tölvöld mörgum ára seinna að ég fór að leita með meiri menntunar og vildi bæði ná meiri færni og skilningi á því sem ég var að gera í rauninni. En ég var ekki tilbúin að pakka saman fjölskyldunni og drífa alla suður til þess að sitja á skólabekk eða vera sjálf lengi fjarverandi. Þannig að ég þekki það alveg frá fyrstu hendi hvað það er mikilvægt að hafa aðgang að fjölbreyttu fjarnámi á háskólastigi. Og þetta tókst að finna á og ég nýtti mér aðstöðuna í Nýheimum sem var annar mann og þetta var rosalega skemmtilegur tími. Við vorum bæði þeir sem voru í sama námi og ég og svo aðrir sem voru í öðru námi og hittumst og þannig notum við aðstöðuna bæði til verkefna, vinnu og svo einnig þegar við áttum að taka próf og svo leys. Þá vorum við svona í skólastofu með einhvern sem fylgist með þeim svindlefinni. En þetta skiptir rosalega miklu máli að hafa þessa aðstöðu hér. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur hérna á Hornafirði að hafa framhaldsskóla. Við erum mjög langt frá öðrum þéttbýliskjörnum, þannig að framhaldsskóla skiptir okkur miklu máli. Og það að vera með háskólasetur og framhaldsskóla og hérna undir í rauninni sama þakki styrkir þessa tvo þætti. Og ég held að Nýheimar og það sem er hér í gangi sé bara mjög mikilvægt fyrir okkar samfélag og sé okkar bara stór styrkur. Það er von mín að hér eftir að verða gagnleg skoðanaskipti og við fáum góðar upplýsingar í vinnuna sem er núna þegar hafin og þannig að við fáum þetta veganesti í vinnuna og að við skilum á okkur góðu innlegg í það sem á eftir að koma. Og með þessum orðum setjum þessa ráðstöfnu. Takk fyrir.